Hanna Birna Kristjánsdóttir loks búin að ákveða sig. Hún ætlar að bjóða sig fram til formennsku í Sjálfstæðisflokknum gegn Bjarna Benediktssyni, núverandi formanni, sem sækist eftir endurkjöri. Við ræðum við Hönnu Birnu eftir augnablik. En við byrjum á komandi slag formannsstólinn í Sjálfstæðisflokknum. Hanna Birna Kristjánsdóttir sest hjá Sigmari. Hanna Birna, verður velkomin í Kastljós. Takk fyrir það. Þú hefur talað í dag að þetta snúist ekki þig, heldur Sjálfstæðisflokkinn, þessi ákvörðun þín. En til þess að auðvelda fólki vali þá hlýtur þú að þurfa að útskýra fyrir fólki hver áherslumunurinn á milli ykkar Af hverju betra að þú leiðir flokkinn heldur en Bjarni? Ég held að þessi formannskosning núna snúist það hver líklegastur til þess að leiða Sjálfstæðisflokkinn til sigurs í komandi kosningum og ég held að ég hafa ágæti stöðu til þess og auðvitað þurfa margir að koma að því verkefni. Ég og Bjarni og miklu fleiri, allur Sjálfstæðisflokkurinn 20.000 manna, en ég held að þetta snúist fyrst og fremst það. Ég held að Sjálfstæðismenn mæti þarna í Laugardalshöllinna 17. nóvember, setjist niður og velti því fyrir sér hver tel ég að muni ná þessum árangri og svo gera menn upp hugsun í því. Snýst þetta ekki hugmyndafræði, stefnur, áherslur slíkt? Veistu að það getur illa gert það þegar þú ert með tvo samherja eins og ég og Bjarni erum. Við erum með sömu lífskoðun í stjórnmálum. Við trúum á það sama, við berjumst fyrir því sama, við erum í sama flokki. Og þá þetta ekki að ræða klárar hugmyndafræðilegar ástæður eða ágreining eins og væri að ræða ef þetta væri pólitískir andstæðingar. Ég hef bara fengið mjög mikla hvatningu frá fólki allt land sem telur að mitt framboð geti styrkt Sjálfstæðisflokkinn, sem telur að það sé farsælt að fá að koma á landsfund og velja á milli manna og í þessu tilfelli maður og kona. Og það bara eitthvað sem ég held að sé hollt og gott fyrir okkur. Við erum flokkur sem trúum á frelsi og val. Og ég held að þetta sé farsæl leið til þess að nálgast það. Og ég hef líka viljað innleiða ný vinnubrögð í stjórnmálum og nýjar aðferðir. Það eru áherslur sem að ég rak mjög mikið hér þegar ég var borgarstjóri í Reykjavík og hef í mínu 20 ára starfi fyrir Sjálfstæðisflokkinn gert og tala fyrir. Og kannski það eitthvað sem að heillar sjálfstæðismenn, að menn langar að sjá nýjar áherslur. Ertu þá með því að segja að Bjarni hafi einhverjar skringilegar gamaldags áherslur? Alls ekki. Mitt framboð snýst ekkert Bjarna Benediktsson. Nei, en af hverju kom þá einhverjar nýjar áherslur með þér? Vegna þess að ég held að ég hafi talað fyrir því mjög lengi og ég held ég hafi talað fyrir því nokkuð sannfærandi vegna sem ég vil líka framkvæmda. Mér langar að sjá ný stjórnmál, mér langar að sjá okkur í aukinni sátt, mér langar að sjá okkur vinna meira saman, mér langar að sjá okkur lausnamið og ástæðan fyrir ég geri þetta núna sem einföld. Mér finnst, og ég hef ofboðslegar áhyggjur af okkar góða landi. Mér finnst landið ekki á góðum stað. Mér finnst ríkisstjórnin vaða í allar þær villur sem hægt að vaða í og ég kannski full fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins en mér finnst ekki viðunandi að við höfum stað á sama stað í könnunum núna í 17 mánuði með 33–37% í aðstæðum þar sem fólk ætti að vera að segja, nú viljum við þá tíma þar sem traust á einstaklinginn, þar sem vald fært til hans, þar sem hið opinbera dregur sig saman, þar sem atvinnulífið fær vöxt og kraft, þar sem skattar eru lágir. Og mér finnst við, og ég hef óbúslegar áhyggjur af því, fyrir börnin okkar og fyrir samfélagið, við séum bara að fara ennþá alltaf að fara meira og meira út í kant. En þarftu þá ekki að gera nákvæmlega sömu kröfur til sjálfsnýs og gera til Bjarnar með fylgi vegna þess að fylgi borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins það hefur minnkað minna frá kjörfylgi úr síðustu kosningum heldur en fylgi flokksins á landsvísu frá meðaltalskjörfylgi. Það munar meira segja talsverði. Bjarni hefur hækkað mjög mikið með flokkinn á landsvísu. Þú er búin að standa í stað og þið fengur bæði út í síðustu kosningum. Það alrandsumar. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík fekk ykkur 33% fylgi. Hann hefur verið að mælast í 45–50% í Gallup-könnunum. 38% var hann með síðast. Hann hefur verið að mælast í þetta, allt upp í 50%. Sjálfstæðisflokkurinn á landsvísu hefur verið að mælast í 33–35–37. Sem cirka kjörfylgið undanfarin ár. Já, en við í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðismanna erum alltaf hærri heldur en kjörfylgi Sjálfstæðisflokksins og höfum verið það núna í langt hreina meirihluta hérna í gamla daga í borginni og meðaltalið miklu lægra þar, hærra þar heldur en á landsvísu. Það bara alveg gamall tími að Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið með meirihluta í Reykjavík, það var þannig. Já. En þá var líka Sjálfstæðisflokkurinn hærri á landsvísu. Finnst þér þú geta notað þessi rök með fylgi þegar að staðan svo að Bjarni hefur aukið fylgi flokksins á landsvísu? Þannig að þú svolítið að standa í staði í borginni. Það bara ekki rétt vegna þess að þegar var farið í gegnum kosningar, alþingiskosningar, þá var Sjálfstæðisflokkurinn með rúmlega 20% fylgi. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík fekk umtalsvert hærra heldur en Sjálfstæðisflokkurinn til hér í Reykjavík í þeim kosningum. Og Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík hefur verið að bæta við sig mjög miklu. Auðvitað hefur líka þarna Sjálfstæðisflokkurinn á landsvísu skárra væri það nú verið að auka við sig fylgi. En ég tel að ég geti gert betur og ég tel að ég geti náð meira árangri. Síðan það bara Sjálfstæðismanna að meta það, hvort að það rétt mat hjá mér eða ekki.
En ég þarna tel að ég geti það og ég tel að Sjálfstæðisflokkurinn eigi að vera á öðrum stað. En fyrst og síðast finnst mér þetta snúast það að við sem heild í Sjálfstæðisflokknum, hvort sem við erum í Reykjavík eða allt land, að við hljótum að vilja berjast fyrir þeim hugsjónum sem að ég tel að skipti mestu máli núna og ég sannfærð að við getum gjörbreytt landslæginu hér á landi ef að þær áherslur verða ráðandi. Já, en hvað... Af hverju tekur ákvörðunina núna eftir alla þessa bið og alla þennan umþóttunartíma vegna þess að það eru margir sem að tala það að þetta hafi skadað flokkinn, þessar vangaveltur framboðið, að það veiki forystuna og þú þekkir nú þá ef að Sjálfstæðisflokkurinn þolir ekki umræður menn eða málefni nokkra vikur, nú þá hann ekki stöndugur. Sjálfstæðisflokkurinn þolir það, Sjálfstæðisflokkurinn þannig flokkur og ég hef ekki verið að velta þessu fyrir mér í langan tíma. Það hefur verið þannig nokkrar vikur hef ég verið að velta þessu fyrir mig með sjálfri mér. Í lengri tíma en það hefur Sjálfstæðisfólk allt land verið að hvetja mig til þess. Ég tók þá ákvörðun og það kannski komin svona í kringum 2 vikur síðan ég gerði þetta endalaust fyrir mig. En ég ákvað það mjög snemma í þessu ferli og sagði það að ég myndi ekki lýsa þessu yfir fyrir en lægi fyrir kjör landsfundarfulltrúa á fundin. Þannig að fólkið allt land fengi þetta lýðræðislega tækifæri til þess að klára verkið og kjósa á fundin áður en menn færu að hugsanlega takast á, allavega að ræða ólíka menn og hver ætti gegna forystunni. Mér fannst það vera farsælast. Þú segir í yfirlýsingunni í dag, við viljum auka val fólksins og minnka umsvif hins opinbera. Við verðum að koma vinstri stjórninni frá til að auka atvinnu, lækka skuldir heimilin og tryggja Ísland verið land tækifæra lífsgæða og farsælla lausna. Þú vilt lækka skatta. Allt þetta hefði Bjarni getað skrifað. Nákvæmlega við erum í sama flokki. Og mér finnst þú ert að stilla þessu þannig upp og eins og ég sé að fara gegn eða í framboð með pólitískum andstæðingi mínum. Þetta kosning innan Sjálfstæðisflokksins og það alveg sama hvaða fulltrúum innan Sjálfstæðisflokksins. Þetta er náttúrulega eitthvað sem flokksmenn hljóta að velta fyrir sér. Flokksmenn vita, þeir eru allir í sama flokki vegna þeir hafa sömu hugsjónir. Þeir haldi ekki ég og Bjarni séu á öndverði með því. Sjálfstæðisflokkurinn ein heild af fólki sem trúir á grundvallarlífskoðun hvernig samfélagið skuli virka. Það kemur Sjálfstæðismönnum ekkert á óvart. Ég búin að starfa í Sjálfstæðisflokknum í 20 ár. Það kemur Sjálfstæðismönnum ekkert á óvart að ég og Bjarni séum hugmyndafræðilega á sama stað. Skára væri það nú. Þetta ekki eins og Bjarni sé í Vinstri grænum og ég í Sjálfstæðisflokknum. Munurinn á ykkur hins vegar sá að þú hefur verið við völd í meirihluta, hann ekki. Af hverju lækkaðir þú ekki skattaduglegar á Reykvíkinga þegar þú varst borgarstjóri þegar þú varst í meirihlutanum? Vegna þess að það gerðist ekki þrátt fyrir að hluta þeim tíma hafi verið í bullandi góðæri. Það bara rangt. Þegar ég var borgarstjóri, ég tók við sem borgarstjóri þegar efnahagshrunið varð á Íslandi 2008. Við höfðum verið algjör á undan því, ég var ekki borgarstjóri þá. Við lögðum til og lækkuðum skatta á fyrsta verk þess meirihluta. Fyrsta verk nýs meirihluta, algjörlega það skattar og við gerðum það fyrsta verki að lækka þá skatta. Þegar ég tók við sem borgarstjóri þá var þrýstingurinn af hálfu minnihlutans og af hálfu almennings í þessu landi þvílíkur að hækka bæri skatta. Það gerði ríkisstjórnin, Sjálfstæðisflokkurinn í borgarstjórn í samstarfi við Framsóknarflokkinn og reyndar við alla flokka, gerði samkomulag það að skattahækkanir kæmu ekki til greina. Þannig að það alveg fáránlegt að snúa þessu svona við vegna þess að Reykjavíkurborg var eini aðilinn á þessum tíma, eini aðilinn þegar að kreppan dynur á sem ekki hækkaði skatta. En hvernig það með það að þegar fólk að meta ykkur svona, þá það náttúrulega skoða það að þið eru samherjur og annað. Algjörlega. En hvað gerist innan ykkar fylkinga þegar að þessu líst svona saman? Verður ekki sundrung úr því? Við skulum bara segja hlutin eins og þeir eru. Þetta getur verið snúið. Þetta getur verið snúið og þetta getur verið erfitt. Þetta getur verið persónulegt og þetta er pólitískt. Að því leyti að þetta, gerist innan á leikvellinum stjórnmál. Það breytir þó engu það og ég hef átt mjög góð samskipti við Bjarna Benediktsson og hann hefur átt mjög góð samskipti við mig og við munum gera þetta þannig að það verði sómi af. Og við megum heldur ekki, ef þú ætlar að vera í stjórnmálum og ef stjórnmál skiptir einhverju máli þá eru þau lýðræðislegt ferli og við verðum að geta tekist á við þetta. Og ég kvíði því ekki hvernig þetta vinnst. Ég treysti Sjálfstæðisflokknum fullkomlega til að gera þetta. Ég mun taka þeirri niðurstöðu, starfa áfram fyrir Sjálfstæðisflokkinn, hvort ég verð formaður eða ekki. En ég held að við megum ekki í öllu því umróti sem í gangi, ætlar þá Sjálfstæðisflokkurinn að segja, við leggjum ekki í þessa vegferð, við leggjum ekki í það að kjósa milli manna. Það eru mörg miklu brýnni verkefni og við verðum að geta ávarpa þau. Og mér finnst bara að Sjálfstæðisflokkurinn og samfélagið eigi skilið að við gerum það og mig langar að leggja mitt að mörgum. Já, þú talar það að þú viljir búa til meiri samvinnu í stjórnmálum og ræða málun á þeim grunni á meðan að landsmálun hafa oft verið rosalega mikil átakastjórnmál. Finnst þér þá koma til greina, því að þú ert nú líka að tala þessa stjórn sem nú situr sem einhverja vestur ríkisstjórn sem setið að verið, finnst þér þá koma til greina að Sjálfstæðisflokkurinn vinni með ríkisstjórn sem hann á ekki beina aðild að?
Ertu að boða svoleiðis vinnubrögð fyrir Sjálfstæðisflokkinn? Sjálfstæðisflokkurinn hefur að hluta til gert það og Á landsvísu? Algjörlega, ég meina Sjálfstæðisflokkurinn í 90% tilvika eru menn sammála hvort sem það þarna oft þegar menn eru, við sjáum þann svip stjórnmáluna sem átök, menn styðja þetta góð mál, en ég er ekki reiðubúin að semja til dæmis við, segjum bara við Samfylkinguna, Evrópusambandsaðild. Það eru sum eða við Vinstri græna skattahækkanir. Sumir hlutir eru þannig að þú getur ekki samið þá. Þegar ég er að tala annars konar stjórnmál, þá er ég að tala annars konar orðræðu og ég er að tala það að gefa okkur öllum tækifæri til þess að koma að. Og ef við gerum það ekki, þá verður fjarlægðin á milli stjórnmála og fólks það mikil að lýðræðið okkar er bara í stórkostlegri hættu. Í Bandaríkjunum kalla menn þetta það að fólk hafa orðið heartbroken by politics og við verðum að ávinna okkur þetta traust aftur og það gerum við ekki nema við segjum við erum öll saman í þessu. Það er það sem ég á við og mér finnst bara rangt og óeðlilegt að stór hluti fólk standi utan við ákvarðanatöku og það er líka hægri hugsun eða sjálfstæðishugsun það að fólk skuli hafa val ákveðna hluti og velja hvernig þjónustu það fær og svo framvegis og síðan held ég líka Sigmar að við verðum að fara að velta fyrir okkur grundvallar spurningum í stjórnmálum eins og það hvað á ríkið að gera. Hvernig ætlum við að reka þetta samfélagi í framtíðinu og ég vil þannig stjórnmál að sem flestir komi að því. Já, það er búið að spyrja þess svolítið það í dag og kannski er það ekkert skrítið að ef að þú verður formaður þá verður þú utan þings í einhver tíma ef að kosningar fara fram á þeim tíma sem að fyrirhugaðir þær eru fyrirhugaðar. Er það ekki vond staða vegna þess að þá ertu ekki með aðgang að hinni pólitísku umræðu og Alþingi, þú getur ekki tekið slaginn með félögum þínum í ESB-málinu sem þú ert að tala hérna, þú getur ekki tekið slaginn með þeim í kvótamálinu og það áttir að ræða stjórnarskrármáli, það verður að tala skuld heimilina, fyrirtækja, þú átt ekki aðgang með beinum hætti að þessar umræðu. Þetta finnst mér aftur mjög gömul pólitík. En þetta er samt staðreynd. Nei, formaður Sjálfstæðisflokksins á alltaf aðkoma að því. Formaður Sjálfstæðisflokksins er málsvari flokksins í stórum sem smáum málum. En þú manst alveg eftir Ingibjörgu Sólrúnu og hennar stöðu þegar hún var í þessu. Það er allt aðrir tímar í dag. Formaður Sjálfstæðisflokksins og ég sé þetta þannig. Formaður Sjálfstæðisflokksins er formaður fjöldahreyfingar sem telur 20.000 manna. Hann er ekki bara formaður í þingflokki, við erum með formann þingflokks sko. Þannig að hann situr þingflokksfundi, hann mótar umræðuna, hann er málsvari flokksins út á við, hann tekur þátt í umræðunni, hann er gerandi í umræðunni og mér finnst það ekkert nema kannski jafnvel hollt og gott að Sjálfstæðisflokkurinn breyti nú til og formaður verði ekki þingmaður og sé ekkert endil í pontunni, það er ekki helst í vígvöllur stjórnmáluna. Vígvöllur stjórnmáluna er þarna út. Er hann það ekki? Hann er út á meðal almennings, hann er ekki í pontu að rífast við Jóhann eða Steingrim og það er hægt að gera það með þar koma menn sínum málflutningi í fjölmiðl og allt þetta, þú veist þetta. Ég held að formaður Sjálfstæðisflokksins, ef hann vill koma sínum málstað áleiðis sem hann vill gera, þá geta hann gert það. Fyrir utan það að stjórnmálin í dag vantar það að það séu formenn, það séu stjórnmálamenn sem taka utan þessar hreyfingar og átt að sjá því að þetta er ekki bara þingmenn eða kjörnir fulltrúar, heldur stór hópur af fólki með sömu lífskoðun og ég vil vera þannig formaður en það er hins vegar alveg rétt hjá þér að það er óvenjuleg staða, ég held hún feli í sér tækifæri, alveg eins og ógnanir og ég sé það þannig að auðvitað er ég leið þegar ég er að taka þessa ákvörðun að ég ætla að stíga fram í þetta, þá er ég auðvitað líka að taka þá ákvörðun að þegar að næst verður boðað til kosninga til þings, þá býð ég mig fram. Já. En mér finnst segir þá alveg skili við borgarmálin, er það vegna þess að sumir hafa nú verið að starfa bæði á vettvangi borgarmálina og landsmálina einhverja hríð, það er kannski ekki endilega ég er ekki hrifin af því. Það er mikið að gera hjá fólki sem er í því. Og veist að ég held að maður eigi líka, það hefur verið þannig í gegnum tíðina, ég meina forystumenn Sjálfstæðisflokksins hafa verið bæði í borgarstjórn og á þingi, jafnvel verið ráðherrar og verið á þingi, jafnvel verið borgarstjórar og síðan á þingi, ég myndi ekki gera það þannig. Ég held að ég myndi bara ganga beint til þeirra verka og mér líður þannig að allavega það ákallir í Sjálfstæðisflokknum að ég gefi kost á mér í það og ég vil svara því kalli. Er það einhvers konar, er hægt að túlka það sem einhvers konar svik við kjósendur sem kusuðu í borgin og þú klárar ekki tímabilið þar? Nei, ég held að ég hafi staðið mína plikt mjög vel í borgarstjórn Reykjavíkur. Þetta er 3. kjörtímabilið mitt og ég er auðvitað núna að svara ákalli alveg sama fólks sem segir í mjög miklu mæli og stórum stíl að ég eigi að gefa kost á mér sem formaður Sjálfstæðisflokksins. Ég er fyrst og síðast að svara því kalli núna. Takk fyrir að koma. Kæra þakkir.